Einar Guðmundsson, þú ert geðlæknir, meðan grúppuanalisti og við ætlum svona að horfa svolítið á málin út frá þinni hlið og þínum fræðum og það kannski spurningin það að við lifum í þessum landi þessum að stjórnmál eru mikil átök í stjórnmálum og við finnum það sérstaklega í Icesave-málinu og við ætlum kannski að greina þetta aðeins og vita hvort það væri hægt að komast einhvern veginn út úr þessu. Já, þú ert kannski að tala þetta sem ég kalla undarlega umræðu hefð sem hefur einhverjum ástæðum lifað af hér á landinu. Ég er mjög hissa þegar ég kom aftur eftir að búa erlendis að sjá þetta og menn eru alveg ótrúlega hvað maður segja barnalegir oft og eiga erfitt með að hlusta. Já. Og það sem líka í þessu menn að leyfa sér það að fara inn í sálarlíf annarra og segja að það sé einhver annarleg sjónarmið og tala það að velta fyrir sig að mönnum gangi til og menn ekki að heyra innihaldið. Vegna þess að maður þarf að hlusta eftir hvað viðkomandi að segja, ekki hvernig það sagt. Já. Eða hvað hann gengur til vegna þess að viskan liggur oft í hlutum sem kemur frá jável óvinni þínum. Þú hefur lært meira óvinninum heldur en vinum. Þegar við ræddum þetta þá varst að tala um að þetta ætti hugsanlega upptök sín í svona málfundarfélögum eins og framtíðin í Já, ég velti fyrir mér hvaðan þetta kemur og auðvitað sér maður þetta svona eins og típisk umræðu hefði í málfundarfélagi þar sem að þú þeir eru vinsælastir sem geta flutt bestu ræðurnar óháð innihaldi þess að geta var einhvern málstað sem hefur ekkert með sem ekkert endilega góður en þeir geta varið og geta gert það vel og það finnst okkur merkilegt og það eins og það enda var þannig að framtíðin og MR framleiti stjórnmálamenn fyrir Ísland og sérstaklega náttúrulega sjálfstæði með framsóknarmenn komið sennilega meira frá MA. Já. Þetta nú að breyta sem betur fer en það eru þarna fólk ennþá sem elst upp við þetta og menn virðast jável hafa bara mótað sinn karriér þarna í þessum málfundarfélögum því að þeirra ferill var eftir það mjög glæstur. Inspektor Skúli var góð leið til þess að verða en nú þekkir þú þetta betur en þú varst í MR. Já, ég datt út úr honum. En það og annars sem þú talar að Íslendingar séu svolítið við horfum til leiðtoga höfum mikið einhvern veginn haft þörf fyrir að láta leið okkur. Já, ég orðaði stundu þannig við nennum ekki lýðræðinu. Það alltaf eitthvað vesen sem kemur upp þegar á að auka lýðræði. Það alltaf einhverja mótbáru. Og umræður, náttúrulega þegar menn hafa enga trú á að koma inn eitt að viti út úr umræðum. Já. Og leiðist langar umræður af því að erfið mál krefjast langar Icesave erfitt mál, það krefst mikilvæg umræðu, krefst langs tíma en það sem náttúrulega vantar inn í þetta að þegar þú ætlar að stjórna umræðu þá náttúrulega næsta spurning þegar menn eru búin að tala mikið eitthvað mál, eitthvað nýtt í stöðinni? Já. Nei, ég ætla bara að tala það sama aftur. Já. Þá kannski komið tím til að fara í ljúka umræðinni. En nei, ég á rétt að segja mitt aftur. Eða það sem ég vil. Þannig að það hægt að stjórna erfiðum umræðum á allt annar hátt en hefur verið gert. En það voða lítið þol fyrir svona umræðum og menn vilja fá einhvern stóran og sterkan leiðtoga sem kemur bara sker í gegn og segir svona, þetta ákveðum við. Og það verið að vitna í sögunni, þessi herra X, hann tók bara sló í borðið og það var málið list. Stjórnmáli úrkynjuðust dálítið á tímabili út af þessari leiðtoga áráttu, held ég. Já, þessi persónudýrkun og mér finnst það alltaf bara frá því ég var strákur og eitthvað svona væla eftir einhverju stóran leiðtoga sem andlýðræðisleg hugsun í rauninni. Þetta menn hafa einhvern veginn ekki trú á lýðræðið. Já. Og það kannski af því að svo framkvæmd á því sem hefur verið kallað lýðræði þó þetta sé í rauninni flokksræði til vara þingræði og lýðræði, það hefur ekki verið einasta þjóðaratkvæðagreiðsla.
Það sem að maður lærir í grúppuanalýsinu og vinna með fólk í hópum, grúppuanalýstar byrjuðu með smá hópa, hafa síðan farið yfir stóra hópa og síðan farið að velta fyrir sér samfélögum og það til dæmis grúppuanalýstar reyna að vinna sáttum milli Palestínumanna og Ísraela, bara svo það sé nefnt. Já. Það það að þegar að þú skapar aðstæður, það sem að tjáningafrelsi fullkomið og tjáningafrelsi alveg lykilorð þegar kemur að lýðræði og að það þá kemur alveg ótrúlega mikil viska frá ótrúlegasta fólki. Það að segja að viskan til í fólkinu, hún bara ekki að njóta sín. Nei. Og viskan til í fjöldunum en menn alltaf okkur einhvern veginn kennt að ég man hvað kennari minn í skólanum hafði mikla aðdáun á hinu mennta einvaldi. Og við erum einhvern veginn, ég held að við séum alltaf að leita þessu mennta einvaldi sem getur leyst allt. Og hvers vegna? Jú, svo að við getum farið út að leika og því betur sem að þessi einvaldur stendur sig, því meira dót skaffar hann okkur, ekki satt, bíla og húsgögn og annað sem okkur langar í flatskjái. Og þá getum við farið ágilurs út að leika og þeir sjá að stjórna fyrir okkur. Sko þetta hefur verið reynt í gegnum mannkynssöguna og þetta virkar ekki vegna þess að þessi stjórnendur sem sjá stjórnarheimili, þeir koma til með að sko að þeir fá ekki aðhald frá okkur, þá hættar að vanda sig. Og spillast þér. Já, ok, fyrst hættar að vanda sig og við getum sagt sem spillingin, staðna, einmitt. Og sko varnir gegn þessu í fyrsta lagi að gera tjáningafrelsi að nánast að heilugu boðorði. Og við getum ekki látið fílupoka þessa lands setja mörkin. Það að segja, ef ég mjög auðsæranlegur og þú segir eitthvað um mig, þá fer ég í mál við þig. Og þá þýðir það að þú þarft að fara að þegja hluti sem þarf að ræða. Við getum ekki látið fílupúkana ráða mörkunum, þannig að við verðum að segja eitthvað á þessa leið. Tjáningafrelsi algjört, það má einungis hindra. Og ég vil til dæmis banna sölu á tjáningafrelsi eins og hefur verið að gerast í sambandi við þegar þú líkur störfum í einhverju nefnd eða einhverju vinnustaf að færa einhverja ekstra greiðslu fyrir að þegja. Það finnst mér að eigi að kallast mútur. Fyrsta leið að banna, bæði að taka við því og bjóða það. Þú nefnir stjórnarskrána bandarísku. Hún merkilegt plagg. Hún mjög merkilegt plagg. Og það kannski svona þó Bandaríkjamenn sé ekki fullkomið þá erum þarna ákveðið viðmið. Já, sko Bandaríkjamenn geta alltaf hallað sér að sinni stjórnarskrá, hún það góð og menn ofta að tala um að lög séu gamaldags eins og áðan. Sko sumt það gott þó að sé gamalt að það stendur ennþá. Og í stjórnarskráin bandaríska, hún hefur verið þannig og hún geta veitt þjóðinni aðhald. Og ef við byrjum að tala um Bandaríkin, það sem hluti af framförum Bandaríkjamanna, okkur þeir að standa þessu svo vel í alþjóðlegu samhengi, það náttúrulega það þeir skipta út sinni stjórn á 8 ára fresti hvernig sem hún stendur sig. Við Íslendingar gætu lent í því, ef að Davíð hefði nú nefnt að vera í 4 kjörtímabili viðbót, að þá hefðum við hugsanlega getað lent í því að hafa sama fósturráðherra í hvað? 40 ár og það þýðir stöðnin, jafnvel þó að þetta sé góður maður í upphafi. Og við verðum að setja mörk á fósturráðherrasetu aldrei meira en 8 ár og við þurfum að setja mörk á alla okkar stjórnsýslu menn megi ekki koma sér of vel fyrir neinum stöðum vegna þess að fyrir það síðar þá verður það stöðnum. Ekki í embættismannakerfinu heldur? Ekki í embættismann, alls ekki í lykilstöðum. Eins og við segjum stundum í minni grein það kom inn prófessor sem stóð sér vel í 10 ár næstu 20 ár fór að bíða eftir hann hætti og fæi staðnaði með hann og þetta gengur ekki vandinn sá eins og núna við vitum alveg anatómíu spillingar við vitum alveg hvernig þetta gerist en þetta gerist alltaf aftur og aftur af hverju? Já, þú sagði nú við þegar þú talaði sem henni gæra að því miður væri það nú þannig á Íslandi í pólitíkinni og goggunaröðin væri fyrst ég og svo landið, svo flokkurinn, svo kjördæmið, svo landið. Já, sko, það sem best fyrir mig, það sem best fyrir flokkinn, það sem best fyrir kjördæmið og svo Ísland. Þetta ætti að vera auðvitað. Það sem best fyrir Ísland, það sem best fyrir kjördæmið, það sem best fyrir flokkinn og síðast ég. Og ef að menn væru þarna tímabundið
hefðu ákveðið kjörtímabil sem að væri ekki of langt, að þá myndu menn vanda sig meira, þá myndu reyna að skapa sér betri legacy á stuttum tíma. En það þessi orðanótkun líka, orðin, eins og þú talaðir ráðherra. Við fórum mjög illa stað í íslensku stjórnmálu. Stjórnmál þýðingaorðin pólitík. Pólitík stytting orðin polyethics. Polyethics þýðir siðfræði fjöldans. Það þýðir það að við erum komið frá því að fjallum siðfræði fjöldans yfir að fjallum hver stjórnar. Vegna þess að orð hafa sálræn áhrif á okkur. Orðið ráðherra raunverulega tvöfalda valdorð, ráða og herra. Það þýðingaorðinu minister sem þýðir þjónn. Það myndi gjörbreyta til dæmis attitúdunni í ráðuneytunum ef ég héti forsætisþjónn eða landbúnaðarþjónn. Og annað sem skiptir máli, orð hafa sálræn áhrif og það var einmitt ein góð tillaga daginn að hætta að tala stjórnarandstöðu. Vegna þess að stjórnarandstaða, hún felur í sér það að ég verði að fara í það hlutverk og það þýðir að samvinna þetta niður. Þannig að við þurfum að passa okkur og mikið hlut af okkar vandamáli náttúrulega þessi einangraða, þetta litla tungumál sem náttúrulega ekki fært að fylgja þróunin í heiminum. Og við, eins og ég sagði við í gæri að það svona fyndin útgáfa þessu vandamáli það að þegar heimur var að halda upp á millennium eða árþúsundamót þá voru Íslendingar haldið upp á aldamót að þeir áttu ekki orðið verið árþúsundamót þá gáttu þeir ekki haldið upp á það mistu af árþúsundamótunum alþjóðleg heiti sem vandar en sem sagt grúppuanalýsan hún miðar við það að allir geti vaxið en ekki sko okkar hlutir sem grúppuanalýstar að skapa aðstæður þar sem allir í hópnum hvort sem það meðferð eða hópefli hvort sem það 10 manna hópur eða 500 manna hópur vegna þess að ég verið í mörg hundur manna hópum þar sem að þessi prinsip gilda. Það að reyna að skapa aðstæður þar sem allir vaxi. Og þannig eigum að líta á þetta samfélag. Við eigum að búa til samfélagi sem allir vaxa. Og pólitíkin því miður mjög stöðnuð. Það að segja þetta vinstri og hægri. Vinstri vilja dreifa peningum. Hægri vilja peninga þessu bara hjá þessum útvöldu. Ekki sem hafa virkilega unni fyrir þeim. En þá eru peningarnir komið þangað og þá eru peningarnir komið hingað. Hvað ætlar þú svo að gera? Vegna þess að peningarnir eru fyrst og fremst mikilvægir þegar það kemur á svona ákveðnum grunnþörfum. En hvers konar samfélag viljum við? Þetta samfélag þar sem að fólk vex? Þetta samfélag þar sem að fólki líður illa eins og í dag? Við erum hópdýr sem höfum vilst yfir á það einhverjum ástæðum að fara að dýrka sjálfstæði og við höldum að einangrun hafi eitthvað með sjálfstæði að gera. Þetta kemur fram í sambandi ESB. Menn rugla saman því að vera sjálfstæðir frá ESB og einangra sig. Vegna þess að ef þú ert sjálfstæðir þá getur verið innan hvern sem en ef þú ert ósjálfstæðir þá stendur ógna til dæmis foreldrar og getur ekki farið heim til foreldrar því þú ert ósjálfstæðir það. En ef þú ert sjálfstæðir þá getur verið hjá foreldrarnum. Því að þau ekki ógn og eins með Evrópu ef við erum sjálfstæð þjóð þá stendur okkur ekki ógn að Evrópu. Við verðum að slíta þessi